hérna erum við að reynslaka Porsche Macan 4S og þetta nýjasti Macanin og hann 100% rafmagn. Spurningin þessi, getur Porsche framleitt góða og skemmtilega rafmagnsbíla? Og þeir eru jú einstaklega góður í að framleiða góða og skemmtilega bensínbíla. Ég meina þeir framleiða meira að segja góða díselbíla. Ég meina þeir framleiða einu sinni traktor og hann var góður líka. Þessi Porsche Macan 4S hefur einhver 516 hestöfl og 820 Nm að togi. Hann kemst frá 0 upp í 100 á 4,1 sekundu. Hann hefur líka eitthvað sem heitir launch control og við ætlum að prófa það núna. Höfuð aftur í hnakkapúða, annars fer maður sennilega bara hálsrík. Já. Ég ætla að gera þetta fastandi maga næst. Gerum þetta einu sinni enn. Það gubb upp í kokinu á mér, tralala. Hægt að kaupa 3 mismunandi gerðir af Porsche Macan. Þú getur fengið Porsche Macan 4 sem að dregur einhverja 612 km og með 408 hestöfl og 650 Nm að togi. Sá kemst frá 0 upp í 100 á 5,2 sekundum. Svo reynir þetta að kaupa Porsche Macan 4S sem bílinn sem ég að keyra í dag. Sá bíl, hann dregur 606 km og svo krúnudjósnið Porsche Macan Turbo sem í rauninni mjög undarlegt nafn á rafmagnsbíl út af því að eðli málsins samkvæmt engin túrbína í þeim bíl, en sá bíl hefur 639 hestöfl og 1130 Nm að togi og kemst frá 0 upp í 100 á 3,3 sekundum. Svo kemur þessi Porsche Macan 4S á stillanlegri loftpúðafjöðrun. Þetta lægsta stilling, en svo getur líka hækkað. Ekki bara getur þessi bíl farið frá 0 upp í 100 á 4,1 sekundu, heldur hann líka með off-road stillingu eða utanvegar stillingu. Þess vegna finnst mér að við ættum að prófa hann á svona þeim svaðalegasta off-road malarvegi sem hann mun finna sig. Það að segja á einhverju malarvegi út af einhverju ás og einhver getur farið að veiða. Það gefa mér það að 60% af eigendum þessa bíls munu oft fara að veiða. Við verðum að kanna það hvort að þessi bíl góður til þess að fara niður á. Rammalausi gluggar, Bose hljóðkerfi með 14 hátölurum, sirka 7000 sætastillingar, 20 tómmu álfelgur með rauðum bremsudælum. Svo kemur hann líka með þessu risa spoilerlippi sem að mér finnst cool. Þessi Porsche Macan með merkilega stórt skott eða 540 lítrar. Þessi nýji Porsche Macan búinn að fara í heilmikla andlitslyftingu ef þú ætlar að bera hann saman við forvera sinn. Til dæmis að þá eru framljósin orðin tvískipt. Hérna uppi ertu með park- og dæljósin og hérna niðri ertu með háaljósin. Afturendin á þessum bíl, hann einstaklega fallegur. Hérna sjáu þið að Porsche stafinir, þeir eru svona uppliftir og ljósin hérna aftan koma í einni línu frá vinstri til hægri, eða hægri til vinstri. Það fer eftir í hvaða áttina þið eru að skoða þetta. Þessi Porsche Macan kemur með aðfellanlegum dráttarkrók og getur hann dregið einhver 2 tonn. Ég bara skil ekki af hverju krókurinn ekki 100% sjálfvirkur af því að maður þarf að nota puttana og þeir verða skítugir. Farangursrýmið eða framskottið á þessum bíl, það stórt eða 84 lítrar og svo opnast það líka sjálfkrafa. En það ætti ekki að koma fólki á óvart að framskott eða farangursgeymslar framan af Porsche eru stór og vel útpæld af því að upprunalega voru Porsche alltaf með vélina að aftan, þannig að eina farangursrýmið í Porsche var alltaf að framan. Þessi Porsche Macan byggður á sama grunni og Audi Q6 e-tron. Eini munurinn að þegar Audi byggir sinn bíl þá setja þeir aftari rafmagnsmótorinn fyrir framan aftari öxulinn. Það sem að Porsche hefur gert við þennan Macan að setja rafmagnsmótorinn fyrir aftur öxulinn. Ástæðan fyrir því að Porsche hefur gert þetta svo að áður fyrr að þá framleiddi Porsche bara sportbíla og þeir bílar voru eiginlega alltaf með vélina að aftan. Það þýddi að þeir sportbílar höfðu mjög sérstaka aksturseiginleika. Þess vegna hefur Porsche ákveðið að setja aftari rafmótorinn fyrir aftari öxulinn til að fá þennan Porsche þyngdarpunkt svo þú fáir Porsche aksturseiginleikana þegar þú ert að keyra. Þetta finnst leið og þú sest upp í þennan Porsche út af því að þessi Porsche hann hefur það. Allir Porschear hafa það. Ég get ekki alveg sett puttana á hvað það
en þú finnur það leið og þú sest undir stýri á þessum bíl. Hleðslugeta þessa bíls í rauninni mjög áhugaverð. Ef að þú kemst í 270 kWh hleðslustöð, þá getur hann fyllt sig frá 10% upp í 80% á cirka 20 mínútum. Eina vandamálið við þá tölum að svoleiðis hleðslustöðvar eru vandfundnari en hvítar strendur á Íslandi. Afþreyingarkerfið í þessum bíl einstaklega þjált og gott og það vottar ekki fyrir neinu laggi. Svo líka cool að maður getur farið í svokallað App Center sem bara svona App Store fyrir bílinn og þar getur keypt og downloadað appum eins og Spotify, Tidal, YouTube og alls konar tölvuleikjum sem þú getur dundaði við á meðan þú ert að hlaða bílinn. En ef að þú finnur 270 kWh hleðslustöð þá myndi ekkert eyða neitt rosalega miklum tíma í tölvuleikjunum í þessum bíl. Plássið hérna aftur í þessum bíl, það bara allt í lagi. Það hjálpar mikið til að hafa þetta panoramaþak, það gefur aðeins meira andrými hérna inni. Vélin á mér rekast ekki í framsætið og það í minni ökumannsstillingu. Höfuðið á mér, jú, það rekst aðeins upp í lofti ef ég set hérna teinréttur en ég 1,90 á hæð. En ef ég ætti þennan bíl, þá myndi ég aldrei sitja aftur í út af því að ég myndi alltaf vilja keyra hann. Svo skulum við líka taka okkur smá tíma til að dásta þessum yndislega appelsínugula lit sem þessi bíl hefur. Og svo búið að para saman við þetta óbúðslega fína ljósgráa leður. Og svo getur maður náttúrulega líka leikið sér að stemningslýsingunni í þessum bíl eða hvaða litur á þeim. Þú getur haft hann gulan, getur haft hann grænan, getur haft hann fjólubláan. Einstaklega sniðugt út í að smekkur fólks jú alls ekki eins. Hérna niðri ertu með panel sem að stjórnar öllu sem að við kemur miðstöðvakerfi bílsins. Einstaklega sniðugt og eins konar nýsköpun á Porsche að hafa bara alvöru takka til að stjórna því. En að öllu gamni sleftu að þá kann ég virkilega meta að maður þurfi ekki að grafa inn í afþreyingarkerfi bílsins til að stjórna í hversu heitt eða kalt það inn í bílnum. Þú veist að þú ert í góðum bíl þegar þú getur dundað við það bara að ýta á takkana út af því að þeir eru þægilegir viðkomu og þeir gefa skemmtilegt smellihljóð frá sér. Svo hérna á stýrinu minn uppáhaldstakki. Þetta Drive Mode takki. Hérna getur þú stjórnað því hvort þú vilja verið Normal Mode, Sport Mode, Sport Plus Mode. Svo með hann einstaklega fína 12,6 tommu skjá í mælaborðinu. Layoutin á honum getur þú breytt eftir vild og þörfum. Þú getur haft bara svona GPS skjá ef þú vilt það. Þú getur líka breytt og haft hraðamæli GPS og svona hagnýtar upplýsingar hérna til hægri. Svo þessi Porsche með heimsins stærsta head-up display sem ég á ævi minni séð í nokkrum bíl. En á þessu head-up displayi þá getur þú fengið allar heimsins upplýsingar. Til dæmis ef þú ert að keyra eftir GPS-inu, þá getur þú séð götuheitið og þú átt að beygja, þá færðu svona litlar örvar í gluggann. Adaptive Cruise Control segir nákvæmlega hvað langt í næsta bíl. Ég veit að það eru margir aðri bílar með einstaklega vel gerð head-up display sem að geta svipað og Porschein, en mér finnst ég bara verða að nefna það út í að það svo einstaklega vel hannað. Þessi Porsche kemur með 15 ára ábyrgð, ég segi 15 ára. Hann kemur með grunn 2 ára verksmiðju ábyrgð, en eftir það að þá getur verið í áskrift af ábyrgðinni. Ég myndi mæla sterklega með þessari ábyrgð af því að ef þú ert að keyra á Porsche-niðinum einhver staðar, segjum hérna á Vesturlandi og ég sprengi dekk, það jú ekkert varadekk í skottinu, þá get ég hringt í neyðarnúmer Porsche. Þeir mæta á svæðið og skipta dekki fyrir mig. Sama á líka við ef ég verð vélarvana og kemst ekki áfram. Þá mætir Porsche með annan bíl handa mér svo ég kemst leiðar minnar áfram á meðan að þeir gera við Porschein minn.